Dæmi 1217. Titania er stærsta tungl fyrir plánetuna Úranus. Hún hefur 1/8 af radíusi jarðar og 1/1700 massa jarðar. Og nú spurt, hver er hröðunin, þyngdarhröðunin á yfirborði Títaníu og B, hver er meðal þéttleiki Títaníu. Þannig að við ætlum að taka í A-liðnum, þá er gefið að radíus Títaníum sé 1/8 af radíusi jarðar. Og að massi Títaníum sé jafnt og 1/1700 af massa jarðar. Þyngdarhröðun Títaníum ætti þá að vera G sinnum massi Títaníum deilt með radíus Títaníum. Ef við setjum stærðirnar sem að við þekkjum inn í hérna að ofan, þá erum við að fara að segja að þetta sé jafnt á G sinnum 1/1700 sinnum massi jarðar deilt með radíus 1/8 af radíus jarðar í öðruveldi. Við getum tekið þessar tölur hérna út fyrir sviga. Við erum að muna bara að setja 1/8 í annað veldi, menn það er annað veldi hérna fyrir aftan. Þannig að það gefur okkur það að 1/1700 deilt með 1/64, 1/8 í öðru veldi, sinnum G jörð deilt með radíus jarðar í öðru veldi, gefur þá þetta er 1/1700 sinnum 64 fyrstu sinnum GM jörð deilt með radíus jarðar í öðru. Við erum að ná okkur smá pláss hérna, þannig við strókum þetta hérna út. Og það þýðir það 60 og 64 1700 sinnum G massi jarðar deilt í radíus aðrar í öðru jarðar. En við vitum það að þetta er bara G jörð, þannig að við segjum 64 1700 G jörð er jafnt og G Títaníum. Ef við segjum að G, við vitum að G er cirka 9,8 metrar á sekúndu í öðru, við tökum 64 1700 sinnum 9,8 og við sláum þessu inn í vasareiknin og passa hérna að þetta er 64, ekki þetta skrifað svona. Þannig að sláum þessu inn, þá fáum við cirka 0,37 metra á sekúndu í öðru. Allt í lagi. Nú er beðið í B-liðnum hver er meðal þéttleiki á Títaníu. Við vitum að massi er jafnt og rho sem er eðlisþyngd. Massi er í kílóum. Eðlisþyngd er alltaf kíló á rúmmetr. En hvernig getum við reiknað rúmmetrinn á kúlu? Jú, Títaníum er kúla og radíus kúlu er 4 deilt í 3 pi r í þriðja. Þannig að við segjum pi sinnum 4 þriðju pi r í þriðja. Við ætlum að reyna að finna meðal eðlisþéttleikann á henni. Og þá við erum með þetta venjuleg, þetta er massi á plánetu og við ætlum að segja massin á Títaníum, rho Títaníum, radíusin á Títaníum, miðað við jörð. Þannig að við segjum massi á Títaníum er jafnt og
ró á títaníum sinnum 4/3 pí. Sem sagt, við erum með aðeins að velta fyrir okkur, við erum með gefið í byrjun að úr sem sagt að 1/8 radíus jarðar sé radíus títaníum og okkur er gefið það 1/1700 massi jarðar sé massi títaníum. Þannig við skulum fleygja þessu inn í þessa jöfnu hérna, þannig við fáum sem sagt að 1/1700 af massa jarðar sé jafnt og ró af títaníum sinnum svo þurfum við sem sagt að henda þessu aðeins til hliðar, svo bara burt með þetta, munum þetta aðeins, sem sagt 4/3 pí. Hérna fáum við radíusinn, sem sagt radíus jarðar sem er sem sagt 1/17, nei það var 1/8, já, 1/8 hérna í þriðja radíus jarðar í þriðja veldi. Ok, og við ætlum að vera með 1/1700 og við ætlum að massi jarðar, við ætlum að fleygja þessu þannig, hvað er sem sagt, það er 8 sinnum 8 sinnum 8, það er 512, þannig að við erum með ró t sinnum 4/3 pí sinnum 1/512 radíus jarðar í þriðja veldi. Þannig að við ætlum að færa allt þetta stöf hérna undir hér, þannig að það fáum við mikið sem 1/1700 massi jarðar deilt með 4 deilt með 3 pí 1/512 radíus jarðar í þriðja veldi jafnt og ró títaníum. Og nú ætlum við að beita smá trikki. Við vissum úr fyrirlestri sem að við fórum í daginn að meðal ró á jörðinni er 5500 kíló á rúmmeter og við vitum það að massi sé jafnt og ró sinnum rúmmál og við ætlum að umskrifa aðeins þessa jöfnu hérna, þessa hlið hér. Við erum með 1/1700 deilt með 1 deilt í 512 og þá sem það mörgumveldið massi j deilt í 4/3 pí er 3/3 jörð hér, af því að við vitum þetta er bara rúmmál jarðar, þannig að þá erum við með þetta sem ró t. Þannig að við erum þá með 512 deilt í 1700 sinnum massi jarðar deilt í rúmmál jarðar jafnt og ró á títaníum. Massi deilt í rúmmál er ró þá fyrir jörð, þannig að 512 á móti 1700 ró jörð er þá jafnt og ró t. Við sláum fáum þessa tölu hérna inn í, setjum hana hérna inn í. Við fáum 512 deilt í 1700 sinnum 5500 kíló á rúmmeter og þá fáum við cirka 1656,47 kíló á rúmmeter sem eðlisþéttleiki títaníum er.